Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands, þvertekur fyrir að segja af sér vegna skýrslu vinnuhóps siðferði. Hann vísar gagnrýni hópsins á bug og segir bréfaskipti sín við emirinn í Katar ekki bendla sig við viðskipti bróður emirsins við Kaupþing. Vinnuhópurinn siðferði gagnrýnir forseta Íslands harðlega í skýrslu sinni. Hann segir að þó að forsetinn greiði vissulega fyrir íslensku viðskiptalífi almennt, þá samrýmist það illa hlutverki þjóðhöfðingja að hann gangi erinda einstakra fyrirtækja. Forsetinn skrifaði til dæmis emirnum í Katar í maí 2008 skömmu eftir fund þeirra og sagði að Kaupþing gegndi megin hlutverki í fjármálasamstarfi þjóðanna. Hálfu mánuði síðar hóf bróðir emirsins að fjárfesta í íslenskum fyrirtækjum og í september keypti hann 5% hlut í Kaupþingi. Féð fékk hann að láni hjá Kaupþingi sjálfu. Rannsóknarnefnd Alþingis telur þessar lánveitingar í hópi viðskipta sem hún hvetur ríkissaksóknara til að rannsaka sem markaðsmisnotkun. Málið nú þegar til rannsóknar hjá sérstökum saksóknara. En hver ábyrgð forseta Íslands í þessu máli? Mér finnst það mjög mikilvægt að í þeirri skýrslu sem rannsóknarnefndin sjálf skilar, 7 bindum, þar sem fjallað aðdraganda og hrun bankakerfisins, kemur forsetaembættið og forsetinn hvergi við sögu. Vinnuhópinn siðfræði gegni hins vegar öðru máli. Kafli hans forsetaembættið sé fullur af staðreyndavillum. Ólafur Ragnar vísar því á bug að bréfaskriftir hans til emirsins bendlan við meint sýndarviðskipti bróðurins við Kaupþing. Að þessi maður sem fjárfesti í Kaupþingi hafði árum saman verið vinur Ólafs Ólafssonar, hafði komið hingað til Íslands mörgum mánuðum, ekki árum áður en hann fór að fjárfesta í Kaupþingi. Þannig að menn getur auðvitað reynt að vera með svona getgátur eins og þú ert vera með og nefndin í, en það eru engin rök fyrir þeim. Ástæða fyrir þig til þess að segja af þér vegna þessa máls? Nei, langt í frá vegna þess eins og ég hef sagt þið hvað eftir annað í þessu viðtali. Þessi lýsing í skýrslunni bara byggð á rangfærslum. Ég var ekki að greiða götu Kaupþings í Katar. Katar var búið að setja upp sína Kaupþing var búið að setja upp sína starfsemi í Katar löngu áður en ég kom þar í heimsókn.